Ég byrjaði í lyfjafræði árið 2004. Ég var áður í lífefnafræði og síðan þegar ég kynntist lyfjafræði þá langaði mig alltaf fyrir klíníska lyfjafræði sem sérhæfing og núna ég að vinna sem klínískur lyfjafræðingur á bráðalyflækningadeild og bráðamóttökunni. Vinnan mín rosalega krefjandi og að vera í kraftlyftingum gerir mér kleift að takast betur á við vinnuna af því að ég alltaf endurnærð eftir æfingu. Það hjálpar mér að tæma hugan og gerir mig meira kannski tilbúna til þess að takast á þetta krefjandi starf. Ég æfi 5 sinnum í viku, eða 4 til 5 sinnum í viku, 34 tíma í senn. Það var þannig að systir mín, hún plataði mig með sér á æfingu og ég ætlaði bara að koma mér í form eftir barnsburð og þá var ég bara algjörlega húkt. Hún búin að keppa mörgum sinnum síðan, búin að fara á EM og HM, hún orðið Íslandsmeistari og hef ekki hætt síðan. Ég alltaf búin að setja mér markmið fyrir hvert mót og þegar ég næ þeim markmiðum þá það bara ótrúlega tilfinning, ótrúlega gaman. En svo maður bara strax fann að hugsa næsta mót, leiðum maður búinn, komið ný markmið. Við erum alltaf að greina og leysa lyfjatengd vandamál innan spítalans þannig að við sjáum að sjálfsögðu árangur af því. Bæta öryggi í lyfjamálum og bæta heilsu okkar sjúklinga. Það er mikill ávinningur í því og það ofboðslega krefjandi og skemmtilegt að vinna á Landspítalanum sem klínískur lyfjafræðingur. Ég mæli hiklaust með því.